Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Hér til umfjöllunar drög að aðgerðaáætlun Akureyrarbæjar gegn ofbeldi á heimilum og kynferðislegs ofbeldis. Þetta markmið með aðgerðaáætlunni að auka vitund allar í samfélaginu skaðsemi ofbeldis, að koma á fræðslu, að efla markvisst forvarnir og auka samvinnu milli ólíkra aðila sem koma þjónustu við þolendur. Nokkrir þættir voru þess valdandi að farið var í gerð áætlunarinnar hjá Akureyrarbæ. Á árinu 2006 var unnið á vegum félagsmálaráðuneytisins aðgerðaáætlun vegna ofbeldis á heimilum og kynferðislegs ofbeldis. Áætlunin var samþykkt af ríkisstjórninni og viðamikil og inniheldur metnaðarfull verkefni sem miða að því að koma í veg fyrir eða draga úr afleiðingu kynbundins ofbeldis. Áætlunin gildir til ársins 2011 og felur í sér 37 aðgerðir. Í henni gert ráð fyrir að gerð verði leiðbeinandi aðgerðaáætlun fyrir sveitarfélög. Einnig voru sveitarfélög hvött til þess að gera sína eigin aðgerðaáætlun. Og eftir minni bestu vitund þá Akureyrarbær eina bæjarfélagi sem hefur ráðist í þessa vinnu að gera aðgerðaáætlun og leiðbeinandi aðgerðaáætlun fyrir sveitarfélög frá félagsmálaráðuneytinu hafa ekki litið dagsins ljós ennþá. En við ákváðum þrátt fyrir það að fara í þetta. Annar þáttur eða aðrir þættir sem hefðu áhrif á þetta var það að árið 2006, akkúrat á þessum tíma, sama tíma og núna, sendi Valgerður Bjarnadóttir erindi til bæjarráðs þar sem hún skoraði á bæjaryfirvöld að tryggja fjármagn í að móta heildaráætlun gegn kynbundnu ofbeldi á Akureyri og svipað leyti var komið á samstarfshóp aðgerðir gegn kynbundnu ofbeldi sem kallaði sig Súnhópinn og var sá hópur í tengslum við Menntasmiðjuna á Akureyri. Kveikjan að þessari umræðu var meðal annars meistaraprófsverkefni Sigrúnar Sigurðardóttur hjúkrunarfræðings. Í kjölfar þessu var samið við Sigrúnu að vinnu við undirbúningsvinnu, gera úttekt á stöðu mála og leggja fram í samvinnu við ábyrgðaraðila verkefnisins drög að áætlun. Og sú vinna grunnur að þeirri áætlun sem hér birtist. Eins og áætlun lítur út núna, en eins og ég kom fram hérna í upphafi, þá þetta bara drög og hún í vinnslu inn í nefndum og hér til umræðu, ekki til samþykktar, því það áttur að fullvinna þess áætlun. Þá eru 6 yfirmarkmið og 16 sértæk undirmarkmið og 21 aðgerð. Ég ætla hérna bara að stikla á stóru. Fyrst það aðgerð forvarnir gegn ofbeldi á heimilum og kynferðislegu ofbeldi. Markmið þar að börn séu meðvituð eigin líkama, mörk og snertingu, veitt verið fræðsla góða og slæma snertingu, byggð verið upp jákvæð sjálfsmynd og börnum kennt að setja mörk gagnvart sjálfum sér og umhverfinu og geta sagt frá ofbeldi sem þau kunna lenda í. Einnig að auka ábyrgð foreldra og forráðamanna þætti sem tengjast ofbeldi gegn börnum og vitneskju leiðir úrræði. Aðgerð 2 að tryggja skilvirka nærþjónustu og skýr hlutverk. Þar undirmarkmið að koma verði á samræmdum vinnureglum hjá starfsfólki sem vinnur með börn vegna tilkynningarskyldu, vegna gruns ofbeldi á heimili og eða kynferðislegs ofbeldis. Auka þekking á mikilvægi tilkynningarskyldu vegna gruns ofbeldi. Að starfsmenn Akureyrarbæjar sem verða varir við heimilisofbeldi geti haft skýrar verklagsreglur til að fara eftir. Þriðja aðgerðir sem styrkja starfsfólk stofnana í því að þekkja einkenni ofbeldis, rétt viðbrögð og greiningu. Undirmarkmið þar starfsfólk sem starfa með börn og unglinga þekki einkennin á áhættu, afleiðingu ofbeldis og úrræði. Að auka þekkingu starfsfólk sem starfi geti þurft að sinna þolendum kynferðislegs ofbeldis og heimilisofbeldis. Einnig að sérstakir áhættuhópur kvenna sem líklega eru til að verða fyrir ofbeldi fái viðeigandi þjónustu. 4. aðalmarkmiðið aðgerðir sem efla úrræði fyrir þolendur og gera þau sýnileg og aðgengileg. Þar undirmarkmið að börn sem orðið hafa fyrir ofbeldi á heimili eða kynferðislega ofbeldi fái viðeigandi úrræði og einstaklingsmiðaða meðferð. Að þolendur heimilisofbeldis og kynferðisofbeldis fái viðeigandi aðstoð og að úrræði séu aðgengileg og auðfengin. Að þolendur hafi greiðan aðgang að sérfræðiþjónustu og viti hvert þeir geti leitað. Einnig að fullorðnir einstaklingar sem hafa orðið fyrir ofbeldi í æsku og þurfa
þurfa mikla og þverfaglega þjónustu, fá viðeigandi og aðgengilega þjónustu. Fjórði liður aðgerðir sem tryggja gott samstarf þjónustuaðila innan sveitarfélaga. Eitt af markmiðum þar að koma á virku samráði lykilaðila í bænum til þess að tryggja sem árangursríkasta vinnu við að fyrirbyggja, sjá einkenni, greina, bregðast við, tilkynna og veita góð úrræði fyrir börn, fjölskyldur þeirra og fullorðna einstaklinga. Aðgerðin sem styrkja meðferðarúrræði fyrir gerendur, að kannað veri möguleikar og raunhæft sé, kannað hvort mögulegt og raunhæft sé að koma á fót úrræði á Akureyri fyrir gerendur sem beitt hafa konur og börn ofbeldi. Ég fór ekki ofan í alla liðina, ég fór heldur ekki ofan í aðgerðir og hverjir voru ábyrgðaraðilar, þið hafið það og ég stiklaði bara stóru, þetta voru ekki öll markmiðin sem ég las hérna upp. En þessi áætlun gildir í 2 ár fyrir árið 2010 og 2011 og að þeim tímaloknum verður hún endurskoðuð í ljósi reynslunnar og ákvarðanir teknar hvaða aðgerðir verður farið í og hvaða verður haldið áfram með. En það ljóst að sú mikla umfjöllun og umræða sem átti sér stað í samfélaginu hefur ótvírætt haft áhrif og stuðla að því að stjórnarnir á Akureyri ákvað að gera sérstaka aðgerðaáætlun fyrir bæjarfélagið í þessum málaflokki. Með því viljum við leggja okkar af mörkum til þess að vinna gegn ofbeldi gagnvart börnum og konum og tryggja þjónustunum bænum sé vel skipulögð og í fararbroddi á landsvísu. Það stefnt að því að klára þessa vinnu í janúar. Þessi drög hafa verið send til nefndanna og eru til umfjöllunar þar og ég hvet ykkur eindregið til þess að tjá ykkur þessi drög og leggja inn tillögur í vinnuna sem framundan því að þessi málaflokkur allavega í mínum huga mjög mikilvægur og eitthvað sem skiptir alla því að þetta bara þjóðþrifamál mál að taka á þessu, það mín skoðun. Já, Sigrún Stefánsdóttir hefur lokið máli sínu, orðið laust undir þessu lið. Kristín Sigfúsdóttir tekur til máls. Já, forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég ætla satt að segja að fagna því að þetta komið á rekspöl. Við ákváðum þá strax í upphafi yrðum að bregðast við þessari málaleitan frá félagsmálaráðuneytinu sem að væri ekki komin til af ástæðulausu síður en svo. Og það verk að vinna og það merkilega líka að við höfum kannski aldrei þurft að vera betur í stakk búin til að takast á við slíka hluti og alltaf bætist við miðað við fréttir af mansali og vændi og öðru slíku sem tengist þessu. En yfirskriftin aðgerðaráætlun Akureyrarbæjar gegn ofbeldi með aðaláherslu á kynferðisofbeldi og heimilisofbeldi. Það þótti of langt að hafa þetta allt inn í nafninu en þetta með aðaláherslu á þar að segja á þetta tvennt og skiltin og skeggið hökunni. Og við það sem við eigum svo marga góða ferla til að vinna eftir og við eigum marga sérfræðinga á fjölskyldudeild og við erum með sérfræðinga í fjölskylduráðgjöf og svo höfum við skóla eða heilsugæslu í skólum og ýmsa þætti sem við höfum svo góða starfsmenn við að það ekkert annað en að bæta þessum verkum skipulega inn í starfið sem fyrir og ég get nú ekki séð fyrir mér annað en að við verðum í nánustu framtíð að bæta við starfsmanni sem að gæti aukið framboð á ráðgjöf við fjölskyldudeildina. Það þó að sé hart í ári og allstaðar þurfa að herða að þá getur nú þurft að bæta við einhvers staðar. Nú, það alveg sama auðvitað með vinnuheitið en þetta aðaláherslan lögð á þetta tvennt. Það margir vinklar á því að skoða hvernig farið verður í þetta, til dæmis í janúar þegar við strax í upphafi næsta árs ætlum að hefjast handa. Inngangurinn svolítið langur og flókinn hjá okkur, hann mætti kannski eitthvað skoða hann en það gott að hafa þetta allavega ítarlegt þannig að við getum
farið nánar í það hvernig við viljum, hvers vegna þetta er til komið og hvernig við viljum fara í starfið. Og það eru framkvæmdastjórarnir það er samfélags- og mannréttindaráð sem hefur komið að þessu, sem hefur í samræmi við endurskoðað jafnréttisstefnu haft þetta svona til hliðsjónar. Og svo aftur eru framkvæmdastjórarnir á fjölskyldudeild og á heilsugæslunni, þeim eru auðvitað falið að vinna þetta mál áfram. Og hafa verið í þessari feikilega góðu vinnu og vert að þakka sérstaklega fyrir hana. Og ég vona að fyrir vorið verði komin strax einhver bragur á það hvernig verður farið í að vinna ákveðna verkþætti. Ég get ekki annað en mynd á það að þann 10. desember þá lýkur 16 daga átaki gegn kynbundnu ofbeldi og þá er einnig haldið upp á mannréttindayfirlýsingu Sameinuðu þjóðanna. Þetta er árvisst átak gegn kynbundnu ofbeldi og þar kom að UNIFEM og Sontarhreyfing International og margar hreyfingar, kvennarhreyfingar ásamt með Sameinuðu þjóðunum. Og ég ætla að minna ykkur á eða benda ykkur á að það verður hægt að halda upp á þann dag með því að koma í kvosina í menntaskólanum klukkan 16:15 og verða svo hér út á torgi hjá okkur klukkan 17 og fara þar í göngu og samstöðu gegn kynbundnu ofbeldi og til þess að minnast mannréttindayfirlýsingar Sameinuðu þjóðanna. Takk fyrir. Næstur á máldagskrá er Jóhannes Bjarnason. Forseti, góðir bæjarfulltrúar, ég vil lýsa yfir mikilli ánægju og gleði með þessa vinnu sem er komin í þau drög sem við höfum hér fyrir framan okkur í dag. Umræðan í þjóðfélaginu um ofbeldi, bæði kynbundið ofbeldi og ofbeldi í heimahúsum hefur verið mjög mikil en það hefur verið svona úrræðaleysi. Það hefur verið erfitt að takast á við vandamálið, það er erfitt að kljást við þann rétt sem að fólk hefur á sínum heimilum. Það er erfitt að finna þessa línu gagnvart fjölskyldum og fjölskyldum meðlimum. Ég tel að þessi aðgerðaáætlun sem hér er kynnt sé eitthvað það jákvæðasta og besta skref sem að tekið hefur verið til þess að ráðast á þennan vanda. Það er gert á mjög margvíslegan hátt. Það er farið í raun og veru úr öllum áttum að vandanum. Það er farið í fræðslu hjá ungum börnum og náttúrulega eldri börnum líka. Það er reynt að finna sem flesta þætti og starfsemi í þjóðfélaginu sem geta komið að þessu á einhvern hátt. Ég ætla ekki að efast það að sumt af þessu verður svo sem ekkert auðvelt í framkvæmd. Ég tek sem dæmi til dæmis það sem við kemur íþrótta á æskulýðsfélögunum. Það verður auðvitað ekkert kannski einfalt að koma því að hjá fjölmörgum þjálfurum og leiðbeinendum að skima og hafa úrræði gegn svona fyrstu einkennum þessara hluta. En þetta er samt gerlegt. Það krefst auðvitað mikillar vinnu og nákvæmrar vinnu. Síður er svo sama hvernig þetta er gert. Það má ekki vera of heldur. Það má ekki búa til einhvers konar múasingu þannig að vandinn kannski verði gerður meiri heldur en raunverulega er. En í heildina, eins og ég sagði áðan, þá tel ég aðferðafræðina við þetta í kjölfari á þessu lokaverkefni og þessari skýrslu, þá tel ég aðferðafræðina að vera mjög góða og til þess fallna á auðvitað töluverðum tíma til þess að draga úr og koma í veg fyrir að þessi atburður eigi sér stað. Og ég skal bara viðurkenna það eftir að hafa fylgst með þessu bæði sem meðlimur í félagsmálaráð á sínu tíma í 4 ár og sem almennu þjóðfélagsþegn að ég hef ekki séð mikið betri gögn til að vinna með í þessu máli heldur en akkurat þessi blokk hér.
Þannig að ég segi bara til hamingju með það og vona að þessi vinna gangi vel og haldi áfram á þessum nótum og það takist að virkja alla þessa aðila sem hér eru nefndi til sögunar til þess að koma málunni því að öðruvísi verður erfitt að eiga við það. Næst tekur til máls Elín Margrét Hallgrímsdóttir. Forseti, góðir bæjarfulltrúar. Það vandasamt verk að gera aðgerðaáætlun vegna ofbeldis, en engu að síður það mikilvægt. Ofbeldi margþætt orð. Það getur vísað til líkamlegs, kynferðislegs og sálræns ofbeldis innan fjölskyldu eða í þjóðfélaginu almennt, svo sem kúgun, barsmíðar, nauðgun, umskurður, mansal, þvingun til vændis, kynferðisleg áreitni og hótanir í skóla eða vinnustað, svo nokkuð sem nefnt. Kynferðisbrot og kynbundi ofbeldi almennt brýtur gegn mannréttindum og grundvallar frelsi þolenda sem í flestum tilfellum konur eða börn. Enda þó staða íslenskra kvenna sé sterk á mörgum sviðum þá kynbundi ofbeldi alvarlegt vandamál hér á landi. Það vitna tölur frá Stígamótum og Kvennaathvarfinu, en til þessara samtaka hafa mörg þúsund konur leitað undanförnum árum. Hrefna Ólafsdóttir félagsráðgjafi vann í nokkur ár eða frá árinu 1999 að rannsókn á umfangi kynferðislegrar misnotkunar hér á landi og það fyrsta tíðni rannsókn á kynferðislegri misnotkun barna sem gerð hefur verið hér á landi. Var 1500 manna slembi úrtak fólks á aldrinum 18 til 60 ára sendu spurningalisti og svaraði helmingur þeirra eða 750 manns sem þykir góð þátttaka í könnunum á þessu tagi. Niðurstöður þessar rannsóknar eru sláandi. Alls höfðu 17% þeirra sem svöruðu verið misnotuð fyrir 18 ára aldur. 80% konur, 20% karlar. Niðurstöður rannsóknarna benda því til að rúmlega 5. hver stúlka á Íslandi sé misnotuð fyrir 18 ára aldur og tæplega 10. hver drengur. Þetta eru mun hærri tölur en mælst hafa í sambærilegum rannsóknum á hinum Norðurlöndunum. Þetta sláandi en við þurfum virkilega fleiri samanburðarrannsóknir af þessu tagi. Sambærilegar þessari. En ríkisstjórnin hefur sett fram aðgerðaáætlun eins og hér hefur áður komið fram og þetta mikið plagg innan 30 blaðsíður sem vandvirknislega unnið. Og eins og bæjarfulltrúi Sigrún nefndi þá þessi aðgerðaáætlun hér unnin með tilliti til hennar og upp úr henni að hluta til allavegana. En það sem ekki raunar í þessari skýrslu eða þessari aðgerðaráætlun það ekki fjallað ofbeldi gegn öldruðum og öryrkjum, stofnunum og sambýlum til dæmis. Það ekki ákveðin hópur sem hægt að tína eða pikka út sem líklega gerendur á ofbeldi á nokkur tagi. Það geta verið hverjir sem það geta verið starfsmenn, það geta verið nánir ættingjar og svo framvegis. Að mínu mati mikilvægt að skilgreina vel hvað áætlunin á að ná til. Það þekkt með leikmann á þessu sviði að þolandinn það nánast að vera með ofbeldi skrifað utan á sig til þess að eftir því sé tekið. Enda hann mjög oft háður gerandanum og einn eða annan hátt, börn, aldraðir, fatlaðir og svo framvegis. Það mjög jákvætt að í þessari aðgerðaáætlun ríkisstjórnarinnar gert ráð fyrir ýmsi afurð, ef svo má segja, aðgerðum, upplýsingabæklingum, handbókum, gátlistum, fræðslu, rannsóknum sem að félagsmálaráðuneytið mjög oft ábyrgt fyrir. En það eftir að sjá hvernig efndirnar verða og hvernig þetta verður unnið. Það mjög mikilvægt í þessu sambandi að hvetja menntastofnanir til að koma á fræðslu ofbeldi inn í námskrár sínar. Það gríðarlega mikilvægt. Kennara, heilbrigðisstarfsmenn, ekki síst. Og að samráð verði auki meðal fagstétta sem starfa með og í þjónustu við fólk almennt. Það mjög mikilvægt að mínu mati að okkar áætlun gangi út frá að veita fræðslu. Það númer 1, 2 og 3. Fólk þekki einkenni og gerir sér grein fyrir hvernig á að haga sér ef grunur ofbeldi Því það ekki ætlast til þess að allir séu rannsakendur eða þá að þeir fari að dæma í einhverjum málum. Langt í frá. Við höfum barnaverndarnefndir og við höfum úrræði og mikilvægast að fólk tilkynni ef minnsti grunur leikur á ofbeldi. Við þurfum líka að velta fyrir okkur í þessari áætlun sem við erum að gera hvað raunhæft.
Í henni stendur til dæmis íþrótt- og æskulýðsfélög eiga að hafa aðgerðar áætlun varðandi heimilisofbeldi. Er þetta raunhæft, spyr ég? Að skima verði markvisst fyrir ofbeldi í nánum samböndum. Ég segi vöndum okkur svo áætlunum verði gott og gagnlegt tæki. Og ég teka fram að við í skólanefndinni, við munum senda frá okkur, við munum vinna að þessu og senda athugasemdir og ábendingar eins og við best getum, því að það er okkur auðvitað mikil metnaður og þetta verði gott og nytsamt plagg. Takk fyrir. Forseti óskar eftir að taka til máls. Forseti, ágæti bæjarfulltrúar. Já, ég vil nú bara grípa boltur á lofta þessum bæjarfulltrúi Elín sleppti og ég held að hlutverk sveitarfélagsins felist fyrst og fremst í því að koma á fræðslu og fræða menn þennan dulda vágest sem ofbeldi inn á heimilum og svo víða í samfélaginu. Ég hef nokkrar athugasemdir við þessi vinnugögn sem ég líti á þetta fyrst og fremst sem vinnugögn og drög sem eiga eftir að slípast töluvert til og eru núna í umsagnarferli víða í kerfinu og félagsmálaráð síðan tekur það sem þær ábendingar og klárar plaggið. Það er fjölmörg verkefni sem þarna eru sett af stað á næsta ári fyrirgefið og sum eru kostnaðarsöm, önnur ekki. Mér langar til þess að vita hvort að það sé búið að gera ráð fyrir þessum verkefnum inn í fjárhagsáætlun félagsmálaráðs og hvernig þið hyggist fara yfir það. Mér finnst líka mjög mikilvægt og er eiginlega hálft döpur yfir því að það skulle hafa gleymst í þessum inngangi sem er svona í lengri kantinum á mínu mati að þarna er ekki minnst á jafnréttissáttmála Evrópu sem við undirritum hér 16. september. Í 2 greinum, 22. og 23. grein, þar aðgerðir sem að sveitarfélög eru skuldbundið til þess að grípa til og sem að felur í sig fyrst og fremst söfnun, upplýsingagjöf, fræðslu og samhæfingu á milli aðila og fleira. Og þetta er eitt af þessum plöggum sem að við gengumst undir hér í bæjarstjórn fyrir rúmu ári síðan, en það sér þess ekki merki í þessar aðgerðaáætlun. Og ég legg nú til að félagsmálaráð komi þessu plaggi inn í þennan sáttmála því það er rauninni á að vera grundvöllur okkar vinnu og aðgerðum í framhaldi af þessum sáttmála. Það er kveðið á fjölmörg atriði sem að ýmist eru komin til framkvæmda eða á eftir að koma af stað. Og það er nauðsynlegt að hans verið getið þarna og hvernig þetta rauninni hvað við erum skuldbundið til þess að gera. Nú, það eru fjölmörg tæki og tól eins og hér hefur komið fram sem á að smíða. Mér finnst umhugsunarefni að hvort að það þurfi ekki að vekja hennan hóp ríkis og sveitarfélaga upp af þyrnarásasöfnunum og koma honum af stað. Mér finnst svolítið sérstakt að Akureyri eitt sveitarfélag ætli sér að smíða alla þessa lista og þessi verkfæri sem að svo sannarlega eiga að vera samhæfð og þau sömu fyrir landið allt. Þannig að ég set aðeins spurningamerki við það. Mér finnst líka nauðsynlegt að taka þarna inn í þessa áætlun það sem að fyrir og tengja þetta svolítið við það verklag sem við vinnum eftir til að mynda eins og foreldrafærninámskeiðum. Það er minnst á heilsugæsluna og hennar snertingu við mæðravernd og fleira, en það eru fjölmargir verkferðlar sem hér eru í gangi sem við höfum svona beina snertinflöt við fjölskyldunar til að mynda í þessari fræðslu sem að þessi foreldrafærninámskeið eru að tengja þetta betur saman. Hér var minnst á líka varðandi aldraða, það er ekki tekið sérstaklega á þeim og eins líka langar mig að velta fyrir mér varðandi erlenda íbúa erlendu bergi brotna, hvernig á nálgast þá og hvernig á fyrir að fyrst að veita upplýsingar það að þessi aðgerðaáætlun sé til. En mér finnst að það eigi eftir að vinna þetta töluvert betur, það bæði eftir náttúrulega að tryggja í þetta fjármagn, tíma starfsmanna sem að þurfa að fara í þessa verkfærasmíði og fleira. Þannig að ég held að við verðum að félagsmálaráð þurfa að taka dálítið góða snerru á þessari áætlun áður en hún kemst síðan til framkvæmda sem að ætti að vera það einhvern tímann með vorinu. Takk. Næst tekur til máls Helena Karlsdóttir. Forseti ágætu bæjarfulltrúar. Ég ætla að taka undir með þeim sem hér hafa talað varðandi og hafa fagnað
þessum drögum að aðgerðaráætlun og eins fagna frumkvæði Akureyrarbæjar að gerð þessar áætlunar. En Akureyri í fararbroddi eins og í svo mörgum öðrum málum. En það eru hérna nokkur atriði sem að mér langar til þess að spyrjast fyrir hvort að hafi verið gerð einhvern tímann úttekt hérna í bænum á stöðunni hérna og hvað hefur verið gert á vegum bæjarins í þessum málum. Annað, hvort að með aðgerðaráætlunni hafi ekki átt að setja einhver töluleg markmið. Það kemur hérna fram í innganginum að í heilbrigðisáætlun ársins 2010 kemur fram að það hafi verið markmið fyrir Ísland að draga úr tíðni dauðsfalla vegna heimilisofbeldis, kynferðisofbeldis og annars ofbeldis 25%. Hvort að það hafi ekki komið til tals að setja einhver töluleg markmið með þessar aðgerðaráætlun. Ég tek undir með bæjarfulltrúastjórunni Björk, þar hún tala að verkefni Akureyrarbæjar væri fræðsla. Hann gæti að bæta við að það einmitt til að annað atriði, það viðbragðsáætlun. Hvað á að gerast, hvað tekur við þegar að uppvíst verður ofbeldi. En það kemur það hérna fram að það eru nokkru þættir sem eru verulega ábótavant. Það er með skortur á formlegu tengslanetti, skortur á viðbragðsáætlun fyrir konur í kreppu og vöntun og úrræðum fyrir gerendur. Sem ég finnst svolítið vanta í þessar aðgerðaráætlun, það er að meira sér gert úr þessari viðbragðsáætlun. Hvað tekur við þegar eitthvað kemur upp á? Þessum langum að spyrja hvort að það hafi eitthvað verið rætt það hvernig þessi viðbragðsáætlun eða þessar viðbragðsáætlun það hljóta nú að vera mismunandi eftir því hvers eðlis hvernig þetta verið framkvæmt og hvort þetta verið í formi verklagsregla eða gátlista og þegar að verið að setja svona verklagsreglur þá er það allan að mínum dómi að það þurfa að vera á hendi einhvers eins sem að samræmir þá allar þær reglur sem settar eru. En það er ekki ein deild að setja einhvers konar vinnureglur eða verklagsreglur og önnur deild einhvers konar annars konar, þannig að það sé samræming í þessu öll saman. Og síðan er hérna í kaflanum aðgerðir forvarnir, það verið að tala að auka ábyrgð foreldra og forráðamanna og aðgerðin er að veita fræðslu ofbeldi fyrir verðandi og nýorðna foreldra. En hvað með þá sem þegar eru orðnir foreldrar og eiga börn, eldri börn, það eru ekki að auka fræðsluna til þeirra líka. Og síðan verið að tala að auka vitund almennings með því að setja kynningu á netið, þá veltir maður fyrir sér hvort það sé nægilegt að hafa þetta bara á netinu, hvort það þurfi ekki að fara þá í einhvers konar aukna kynningu. Það er nú bara þannig, alveg burtséð frá því hvaða efni það er, að ef það er bara sett á netið þá fer það fram hjá ótrúlega stórum hópi. Síðan kemur hérna varðandi auka öryggi utan heimila. Mér langar bara aðeins að gera athugasemd við þetta, að því það er ábyrgðaraðilinn framkvæmdadeild, það er að kanna hjá lögreglu og sjúkrahúsinu slysaskráningu hvort það sé hægt að greina einhverja staði sem er hættulegri en aðrir. Ég myndi telja miðað við aðgerðaráætlun í heild sinni. Þá er svo mikið sem er á ábyrgð fjölskyldudeildar, heilsugæslunnar, skóladeildar eða samfélags- og mannréttindadeildar að ábyrgðaraðilinn á þessu atriði væri einhverju af þessum aðilum og boðleiðin væri frekar þannig að ef það er eitthvað sem þarf að bæta úr að þá komi beiðni það til framkvæmdadeildar en ekki að framkvæmdadeildin sé ábyrgðaraðilinn. Mér finnst þetta eiginlega svolítið skjóta svolítið skokku miðað við það hvernig aðgerðaráætlunin er sett upp. Svo að lokum aðeins að samræma orðalag. Það er verið að tala hérna í kafla 2 aðgerðir til að tryggja skilvirka nærþjónustu. Það er annars verið að tala vinnureglur og hins vegar verklagsreglur. Þetta hlýtur að vera átt við það sama þannig að það er í svona áætlun að það sé þá samræmt orðalag. Það er verið að tala í sama kafla í markmiði 1 að komið verið á samræmdum vinnureglum hjá starfsfólki sem vinnur með börnum. Það var ágætt þarna starfsfólki hverra. Það væntar á við Akureyrarbæjar en það er ágætt að það komi fram bara svo að það sé, en hafa það í textanum, þannig að það sé alveg skýrt. Síðan bara að lokum, það er verið að tala hérna ábyrgðaraðilana, það er verið að tala viðeigandi deildir, það er verið að tala 2 deildir, jafnvel fleiri deildir. Man kan bara benda á að í svona atriðum þegar það þarf að vera einhver ábyrgðaraðili að það sé þá ein deild sem ber ábyrgð. Ef það eru fleiri deildir, það eru miklu meiri hætta á því
að hlutirnir detta á milli deilda vegna þess að þeir telja einhver önnur deild eiga frumkvæðið eða sjáum hlutina, en bara til að tryggja að hlutirnir séu gerðir, þannig að þeir farist ekki á mis, að það sé einhver ein deild sem að beri ábyrgð og síðan það einhver önnur deild sem samstarfsaðili, samanber eins og hérna í kaflanum íþrótta- og æskulýðsfélögin, það verið að tala íþróttadeildina og samfélags- og mannréttindadeildina, að samfélags- og mannréttindadeildin til dæmis beri ábyrgðina en gera þeir samræmi við íþróttadeildina. En hérna, þetta bara svona nokkrar ábendingar, en að öðru leyti bara fagna ég þessu og til þetta bara afar mikilvægt að þessi aðgerðaáætlun sé gerð og fyrir alla mun að reyna að nýta þá þekkingu sem líka fyrir í bænum, eins og til dæmis með þekkingu þessum hefur orðið til hjá aflinu. Takk. Næst tekur máls Kristín Sigfúsdóttir. Já, forseti, ágætu bæja fulltrúar. Þetta mjög gagnleg umræða og ég held að við fáum mjög góðar margar ábendingar. Að sjálfsögðu verður það þannig að félagsmálaráð verður sjálfsögðu yfir nefndin sem fer með þennan flokk og það verður þá fjölskyldudeild sem að verður ábyrgðaraðili, en þó að bæði heilsugæslan og deildastjórnin vinni þar saman, þá verður sjálfsögðu á endanum þannig að það verður ákveðin deildastjóri sem að hefur þá hendi sér. Mér langar aðeins að benda á það að umræðunum það að fara að taka fyrir konur eða fólk af erlendubergi, jaðarhópa, öryrkja, aldraða. Þegar við erum búin að ræða þetta í þaula þá sjáum við allt þetta eru heimili. Fólk með lögheimili og það með heimili og það yfirleitt þannig að það hægt að nálgast þetta málaflokkin helst inn á heimili fólksins. Það náttúrulega öldrunar heimili og það sem hefur lögheimili, það ofbeldi, við erum búin að ræða þetta þannig að sko, þetta kalla heimilisofbeldi, þrengt við það. Hins vegar þegar maður auðvitað það bara börn og ungmenni sem eru svo útsett fyrir þessu. Og það má athuga ofbeldi hvar sem og þyrfti að gera það, togurum og versmiðum og hvar sem En heimilin eru miðpunkturinn. Og þess vegna finnst mér dálítið spursmál, hvort á að fara að setja hérna inn í sérstaka, það búið að ræða mjög mikið þetta, þegar að fólk sem af erlendu bergi, það sé útsett fyrir ofbeldi og hefur komið ýmislegt fram. En ég held að sé ágætt að sko, tengja þetta fyrst og fremst við börn, ungmenni og heimili, tengja heimilisofbeldi og kynferðisofbeldi. Auðvitað erum við verða virkjaðir allir póstarnir og aflið hefur feikna upplýsingar og kannski svo gætt sem að flestir opna sig fyrir. Allavega konurnar hafa gert það. Það svo smuga sem að loksins á endanum kannski farið inn og heilsugæslinn þar að ekki líka og ég ætla ekki að við megum ekki fara tíunda einhver viss tilfelli og eitthvað, en ég veit að þannig bæði unglingamóttakan sem að það komið þarna samskipti ofbeldi í nánum samböndum. Það eru hjúkrunarfræðingar sem tóku þetta fram og það eru segja sem svo unglingamóttakan uppgötvar heilmikið og skólahjúkrunin. Það ofbeldi í nánum samböndum. Það hjá ungmennum. Og líka það að það vill svo til að fullorðnir einstaklingar sem að verða foreldrar og hafa orðið fyrir heftalegu ofbeldi opna sig fyrir það í að ræða þessa hluti og segja jafnvel frá þeim. Það blossar upp einhver ótti þegar að þeir eru að verða foreldrar, þannig að í meðgöngufræðslunni eða foreldrafræðslunni þegar farið að setja inn spurningar hefur þú mátt þola ofbeldi á þínu heimili eða hefur þú þolað ofbeldi í einhverjum samböndum. Þannig að það strax farið að nota einhverjar ákveðnar spurningar í þessa veru. Svoleiðis að sko allar góðar ábendingar eru velþegnar og Sigrún Stefáns formaður félagsmálaráðs mun svara hérna spurningu sem var beint til ráðsins. En það alveg rétt að hvað hefur verið gert og hvaða kannanir hafa verið gerðar, en það nú bent á Háskólann á Akureyri og það kemur fram að við ætlum að það verði greining, þetta verði allt saman skráð og greint niður og auðvitað þannig að efla auðvitað rannsóknir og fylgjast með. Það alveg rétt og ég held að samfélags- og mannréttindaráð hefur nú tekið tillit til þessara jafnréttisáætlunar Evrópu því að það var allavega inn í myndin að taka það ásamt með mannréttinda yfirlýsingunni og barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna.
Þannig að við ætlum, það sannarlega átti ekki að gleymast að fara í helstu þætti þar. Takk fyrir. Næst tekur þetta máls Baldvin H. Sigurðsson. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Það afar ánægjulegt að við skulum ríða á vaðið með því að hefja gerð þessarar aðgerðaráætlunar gegn ofbeldi. Þessi áætlun á að tryggja þeim sem hafa orðið fyrir ofbeldi skilvirka þjónustu og hindrast að forvörnum gegn þeim. Með samræmdum vinnubrögðum hjá starfsfólki sem vinnur að þessum málum og með samstarfi löggæslu og þeim sem koma að þessu með einhverjum hætti, svo sem skólar, íþrótt- og æskulýðsfélög, heilbrigðisstarfsfólk og starfsfólk fjölskyldudeildar, aflið og fleiri, þá tekst nú vonandi að skapa samræmd úrræði fyrir þá sem verða fyrir ofbeldi og einnig með forvörnum og upplýsingum að draga verulega úr þeirri hræðilegu lífsreynslu sem þolendur ofbeldis verða fyrir. Ef við getum komið í veg fyrir eitthvað þessum mannlega harmleik sem þolendur verða fyrir, þá held ég við megum bara miklu til kosta. Takk. Orðið lustin 5. lið. Ólafur Jónsson tekur til máls. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Þetta stórmerkilegt plagg og ánægjuefni að það eigi að taka á þessum málum með jafn skilvirkum hætti og hér lagt til. Ég hef staðnefnt dálítið við 5. lið sem eru aðgerðir sem tryggja gott samstarf þjónustuaðila innan sveitarfélagsins og ég lít nú á anda þessa plaggs að hér eru við ætlum að byrgja brunnin. Auðvitað þarf að horfa til þeirra sem hafa lent í þessu og veita þeim aðstoð, en við ætlum að fyrirbyggja og byrgja brunnin. Þess vegna finnst mér undir 5. lið aðgerð 1 að það er að skoða það alvarlega eða ítarlega hvort allir skóli og íþróttafélög eigi fulltrúa þar inni. Ég tel kannski eiginlega að við ættum eiginlega að byrja á þessum enda. Ég rétt til skoðunar hvort að þessir aðilar gæti átt fulltrúa þarna inni, því að við erum að tala þarna heilsugæslu, fjölskyldudeild, lögreglu og FSA, en við erum líka hér að tala fyrirbyggjandi aðgerðir. Nú síðan það 7. liðurinn sem aðgerðir sem styrkja meðferðarúrræði fyrir gerendur og hér stendur að kanna hvort mögulegt og raunhæft. Ég tel það raunhæft og ég tel það mjög mikilvægt. Ég staldra aðeins við síðustu setninguna, gerendur sem beitt hafa konur og börn ofbeldi. Vissulega þetta svo að það eru oft karlar sem þarna eru gerendur og í langflestum tilvikum. Því miður þetta unglingar og allt niður í börn. En mér líka hugsað til þessara óbeinu gerenda. Hvar eru þessar mæður sem hafa hort upp á ofbeldið inn á heimilunum? Hverja aðstoð þurfa þær? Þannig að það er rétt spurningin hér að þessi setning sem beitt hafa konur og börn ofbeldi, hvort að þessi setning eigi ekki að vera víðfeðmari en akkúrat þarna stendur. Takk fyrir. Orðið laust 5. lið. Að lokum tekur Sigrún Stefánsdóttir aftur til máls og tekur saman umræðuna. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, nú bara byrjaði að þakka þú kærlega fyrir þessu umræðu. Það ánægilegt hvað var virk þáttaka í þessari umræðu og margar góðar ábendingar sem hafa komið fram. Og ég bara hér og nú segi að þetta var rétt ákvörðun að koma með þetta inn á þessu stigi málsins. En það eru búin að koma ýmsar spurningar. Mér langar fyrst að svara þessari spurningu innihaldið. Í rauninni fengum við Sigrúnu Sigurðardóttur, hjúkrunarfræðing, til þess að skima kerfið og hvað henni fyndist ábótavant og unnum svo skýrsluna út frá þeim punktum sem komu frá henni. Og ég ekkert að kenna einum en það kannski veldur því að sumt vantar þarna inni að það var fókusur á þessa skýrslu sem kom frá henni og unni út frá því. Og þessi heimilisofbeldi á náttúrulega við öll heimili. Allsstaðar þar sem fólk býr, það heimili, hvort sem það stofnun,
öldrunarheimili, sambýli eða hvað, það er heimili. En kannski þarf að koma inn sérstökum úrræðum eða leiðum til þess að skima inn á sambýli með það sem fleiri búa saman. Og ofbeldi náttúrulega, birtingarmynd þess er bara svo gríðarlega víðtæk, þetta er svo mismunandi. Í mínum huga er ofbeldi gegn börnum það alvarlegasta sem til er, og ef að það er mögulegt, númer 1 að koma í veg fyrir það, en númer 2 að finna þá sem að hafa orðið fyrir þessu fljótt og vel, það skiptir máli, því að í þessari mastersritgerð Sigrúnar þá kom klárlega í ljós þar að þeir sem verða fyrir ofbeldi á unga aldri, þeir eru miklu líklegri til þess að verða öryrkjar í framtíðinni. Það er mjög há fylgni í því að þeir sem hafa verið beittir ofbeldi sem börn eða tiltölulega snemma á ævinni, það eru miklu meiri líkur, þó ég sé ekki með prósentölunar, til þess að þessir einstaklingar verði síður virkir út í þjóðfélaginu. Svo öllum því fjármagn sem varið í þetta, forvarnir og fræðslu, þeir skila sér svo margfalt inn í samfélagi síðar með virkari einstaklingum. Svo að eins og ég segi, mér finnst mikilvægast. Mér finnst líka mjög mikilvægt að koma á þessari samvinnu, því að þá verður þetta heilsteyptari og markvissari vinna. Ég sé það alveg fyrir mér, auðvitað hefur verið mikil fræðsla í skólum, en hún hefur samt ekki verið, hún hefur ekki verið römmuð inn. Aflið hefur farið reglulega inn í skólana, en það er ekkert svo langt síðan að byrja. Blátt áfram hefur líka verið að fara í skólana, og það hefur bara sýnt sig að það er mjög algengt að koma upp mál í kjölfar að þessi einstaklingar inn í skólunum, ekki bara hjá nemendum, líka hjá starfsmönnum skólana. Svo að það sem að skiptir miklu máli er að opna á þessa umræðu. Ef að öllum, alveg sama hvað er gefið kostur á því, segjum eins og Kristín nefndi áðan, þegar konur koma í ungbarnaeftirlitið eða mæðravendina, þá er opna á þessa spurningu: hefur þú orðið fyrir ofbeldi á lífsleiðinni? Og eftir því sem mér er sagt, þá hefur stundum einstaklingur verið spurður oft aftur, og svo opnar hann sig í 5. skipti. Það þarf oft bara að gefa færið á að tjá sig hlutina. En mér langar líka aðeins að segja ykkur hvað ég myndi helst vilja sjá, ég heyri það, ég er mjög áhugasöm þetta. Mín draumsýn í þessu er að það verði komið á í framtíðinni sambærilegt ferli eins og neyðarmóttaka vegna nauðgana. Þegar einstaklingur kemur inn á fjórðungssjúkrahúsið eða tilkynnir það að hafa orðið fyrir nauðgun, þá fer það í ferli, það er áfallateymi sem sinnir þeim einstaklingi. Mér finnst það ætti að vera líka þannig þegar ofbeldi að ræða. En það er ekki eins markvissu ferli hvaða þjónustu viðkomandi fær ef hann kemur inn og leitar sér aðstoðar vegna ofbeldis. Og ef það væri hægt með þessari vinnu sem við förum í hér, það er komast að samkomulagi, við ráðum þessu ekki einu og sér, það þarf að vera samvinna með lögreglu og samvinna við fjórðungssjúkrahúsið, en það held ég að væri mjög æskilegt ef það var hægt að koma þannig ferli á. Ég kannski ætti að fara að snúa mér að svörunum, spurningunum. Ég tók það ekki fram þegar ég kynnti þetta, en eftir að þessi skýrsla kom frá henni Sigrún Sigurðardóttur, þá tóku þær við störfum að vinna úr því, Katrín Björg Ríkharðsdóttir, Margrét Guðjónsdóttir og Guðrún Sigurðardóttir, og mér finnst ástæða til að þakka þeim fyrir þessa vinnu, og þær munu halda áfram að vinna með þessa skýrslu. En varðandi fjárhagsmálin eða kostnaðin við þetta, auðvitað kostar þetta eitthvað, en við ætlum að reyna að rúma þetta innan okkar ramma, það sem að okkur snýr, og í rauninni er þetta mótunarferli næstu 2 árin, og eftir það þá verður tekið ákvörðun hvort að þurfi að leggja mikið fjármagn. Auðvitað kostar þetta líka fræðslumálin, ef við ætlum að taka markvisst á því að hafa fræðslumálin, þá kostar það þarf að komast að samkomulagi við skóladeildina þar. Þetta var ágætis ábendingum jafnréttissáttmála Evrópu, og ég kem því til skilar að það sé að gera að skoða það og bera þetta saman. Ég einhvern veginn mig grunar það að þessi leiðbeinandi
verklag sem kemur frá ríkinu, það verður nú kannski tekið svolítið mið af því sem við erum búin að gera hér. Ég er hrædd að það verði svoleiðis því að ég hef svolítið kallað eftir upplýsingum þá vinnu sem þar í gangi og hún er komin mjög stutt á leið. Helena spurði úttekt á stöðunni hér. Það náttúrulega til tölur hjá lögregluembættinu og fjórðungssjúkrahúsinu, líka til tölur á heilsugæslustöðinni, það til tölur frá aflinu, það til ýmsar tölur það barnaverndin, en við höfum ekki, við ákváðum að setja ekki inn einhver markmið í að lækka eða fækka eða hvað. Sko, það sem hefur gerst á undanförnum árum í barnaverndinni, það hefur fjölgað barnaverndarmálum, en það ekki þar með sagt að þeim hafi fjölgað í raun, heldur bara almenningur orðinn meðvitaður tilkynningarskylduna. Að við höfum enga statistík yfir það að þeim hafi í raun fjölgað, heldur það hefur náttúrulega svolítið breyst munstur hverjir eru gerendur, en það bara, það eru fleiri mál sem eru tilkynning vegna ungra barna. Og það segir okkur það bara að samfélagið meðvitaður það að tilkynna snemma og fljótt og vel, sem bara af henni góða. Og það sem sagt út af umræðinni. Viðbragðsáætlun og aðgerðaráætlun, hvað tekur svo við? Við verðum að leyfa svo gerjast í þessi 2 ár til að sjá hvað tekur við. Við vinnum með þetta. Þetta í rauninni bara áætlun til 2 ára. En svo aðgerðir vegna foreldra, verðandi og nýorðna foreldra, þetta kemur náttúrulega þarna inn að því við höfum svo greiðan aðgang að þeim. Við verðum þá að leita annarra leiða til annarra foreldra eins og í gegnum grunnskólakerfið eða það sem eru snertifletir. Við höfum svo góðan snertiflut á heilsugæslunni til nýorðnra og verðandi foreldra hvað þetta varðar. Þetta með öryggi utan heimilis, við skulum bara skoða það hvort að við setjum ábyrgðaraðilann annar staðar. Okkur fannst náttúrulega bara að gera að draga sem flesta að þessari vinnu og fá sem flesta fleti inn í þetta. Og þetta með að sé betra að sé einn ábyrgðaraðili, það er svona spursmál. Ég held að það skipti engu máli allavega þegar það er deildir sem tilheyra félagsmálaráði því það vinna svo þétt saman. En kannski það betra að sé einn svo að falla ekki niður, en ég tel alltaf að mikla og góða samvinnu sé af því góða og mér finnst bara, ég horfi nú oft til almannaheillaverndar, mér finnst svo frábær samvinnu sem þar og ég held að setja það á miklu fleiri svið, að hafa svona mikla og góða samvinnu. En enn og aftur, ég veit að ég hef ekki svarað nálægt því öllu sem kom fram, en við tökum tillit til allra þeirra athugasemda sem hafa komið fram og ég ætla að þakka ykkur kærlega fyrir umræðuna. Helena Karlsdóttir að taka til máls örstutt. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, mig langar bara til að árétta það sem ég sagði áðan, að því að var að tala viðbragðsáætlun, að það var kannski akkurat það sem ég var að tala þegar það sem að Sigrún var að segja að ósk hennar heitast að vera að sjá hvernig málin þróuðust, það var akkurat það sem ég var að tala það ef það kemur upp tilfelli, bara þannig sem höfum þetta alveg á hreinu, en ef það kemur upp tilfelli, það kemur upp mál þar sem ofbeldi hefur átt sér stað, þá fer af stað eitthvað ferli. Það einhverju aðstoð, eitthvað teymi, einhverju aðila, fagaðila sem taka málið og fylgja því eftir þannig að viðkomandi þolandi, hann fái einhverja úrlausn þannig að það haldið utan hann. Þannig ég vildi bara árétta það bara þannig að misskildist ekki því ég var að tala viðbragðsáætlun. Takk. Þá umræðan lokið 5. lið og það ekki formleg bókun hér í dag, heldur verður sett undir þennan lið svohljóðandi. Aðgerðaráætlun rædd á fundinum, drögin í umsagnarferli að viðkomandi deildum og ráðum bæjarins. Félagsmálaráð mun ljúka við gerð áætlunarinnar og koma inn í framkvæmd. Ég ætla ekki að bera þetta upp, en kynni þetta fyrir bæjarfulltrúum. Athugasemdir við það? Svo ekki.